ég vil ekki hafa þetta hérna, þú veist, ef þetta þakklætið, þú veist, þá gestinni okkar á enda komin, það bara þannig Evrópa getur ekkit borið það endalaust þá stefnu sem hefur verið keyrð hérna á undanförnum áratugum í Evrópu, þar að segja að hérna, það sé réttur allra hinna heimsbúana, þú veist, við tökum þetta bara saman, segjum að séu 6 milljarðar manna sem að búa ekki á Vesturlöndum. Ef þeir hafa bara óskoruð réttindi til þess að koma og setjast hér að og fara beint inn á velferðarkerfið okkar, þá þetta, þú veist, þú þarft ekki að vera einhver starffræðisnillingur til þess að átta að það reiknistæmi sem að gengur bara hreinlega ekki upp. Já, Frosti, hvernig líður okkur? Það ekki bara vel? Jú, mjög vel. Mér líður bara ágælega ebla, sagði það ekki hérna árið. Já, mér líður ágælega ebla. Jæja, Vili, hvernig líður þér í dag? Já. Hérna, það að mörg að huga. En við ætlum að byrja á þínu hlaðvarpi sem á broadcast. Og þar þú með Harmageddon og spjalli með Frosta. Og það var eitt viðtal í spjallinu sem að náði engri athygli, einhverjum óskiljanlegum ástæðum. Og hérna þar að tala við Sigurlín Guðmundsdóttur sem að giftist Hamas-liðan og fullir það fullum fetum að hér sé bara fullt af Hamas-liðum. Þrátt fyrir það sé búið að hlæja Stefán Einari og Morgunblaðinu fyrir það að segja Hamas-liðar á Höfðatorgi og svona staðan. Hvað hérna aðdragandinn að þessu? Hvernig datt þetta inn á þitt borð? Þetta tilkomið þannig að hérna, ég fekk úr 2 ólíkum áttum frá hérna, bara kunningum mínum sem að þekktust þó ekki að þá var sem sagt komið til mín og sagt Frosti, þú verður að tala við hérna, ákveðna konu sem hefur sög að segja. Maður fær náttúrulega oft svona ábendingar og þær eru svona merkilegar og ég vissi raun og veru ekkert hvað málið snerist þegar ég svona lét tilleiðast því að þeir sem voru að pressa á mig að tjekka á þessari konu, svona fólk sem að ég tek mark á. Þannig að ég hringdi í hana og bara á svona stuttu samtali gegnum síma var mér ljóst að þarna var svakaleg frásögn. Þannig að ég bauð henni að koma til mín í spjall og svona verð að segja, þú segir að þetta hafi ekki vakið neina athygli, það kannski ekki alveg rétt, þetta vakti sko gríðarlega athygli bara á mínum miðlum og ég get alveg fullyrt að svona, þetta er alveg svona topp 5 bara yfir áhorf og svona sprengi kraft sem að ég hef séð af viðtölum sem ég hef byrt og svona, en það er rétt að það er engin annar fjölmiðill sem tók þetta upp, ekki einn einasti, nema þá sko df.is og Mannlíf gerði sér mat úr því að Bubbi Mortens og Hilmar Leifs hefði verið ósammála í kommentarkerfunum fyrir neðan viðtalið. það var vinkillinn sem að aðrir fjölmiðlar tók á þetta en frásögnin er gríðarlega sko bæði mikilvæg, þú veist, fyrir bara þjóðfélagið. Við erum að tala landamæraeftirlit, vangetu útlendingastofnunar til þess að sigta út æskilega, óæskilega frá æskilegum og svo framvegis og bara svona öryggi, ég meina það er ríkislögreglustjóri sem að hefur það á sinni könnu að vakta ýmis erlend glæpagengi og svo framvegis og þeir hafa verið duglegir að stöðva samkomur veisluhöld hjá einhverjum mótorhjólaklúbbum og þess áttar félagsskap sko en þegar það kemur trúverðug frásögn verð ég að segja frá konu sem að ég held að það sé engin sérstök tilefni til þess að efast frásögn hennar að þá hreyfir það bara ekki við neinu og sko, fyrir þá sem ekki að séð viðtalið eða heyrt af þessu, þá snýr þetta því eins og þú segir að það er kona sem að er í grunninn svona mikill frelsum Palestínu hugsuður og er mikið að taka þátt í Ísland-Palestínu mótmælum og mótmæla Ísrael og hún kynnist manni í gegnum Facebook frá Palestínu sem að verður hælisleitandi á Íslandi
og honum brottvísað fyrst og hún tekur þátt í miklum aðgerðum til þess að fá manninn tilbaka til Íslands. Það hópur Íslendinga sem að berst fyrir því og þeim tekst það og upp úr því kviknar svona rómantískt samband á milli þeirra sem að leiði til þess að hún fyrst kvænist honum að íslamskum sið, eins og hún segir í viðtalinu til þess að sýna honum að henni var alvara með þessu. Hún tekur upp Múhameðs trú, byrjar að lesa Kóraninn og sem sagt vígir sig á skrifstofu ímannsins sko, til Íslams, hvernig sem það gert. Og þau sem sagt, byrjaði að ganga í hjónaband samkvæmt íslamskum sið og svo faraði að farast eftir því að fara í formlega giftingu hjá sýslumanni en því hafnað af því að hann frá Palestínu, þannig að þau fara til Danmerkur og giftast þar. Og það náttúrulega leiðið til þess að maðurinn fær landvistarleyfi, einhvers konar tímabundið eða eitthvað og síðan lýsir hún því að það hefði allt raun og veru hann hafi verið með ljúfur og hún tekur það fram meira segja góður við hundin minn sem að ég hef ekki heyrt það áður en það vist bara hundahald í Palestínu ekki vel séð því að það eins og með svínin, þú veist, múslimar líta á svín sem skítugar skepnur og það vist sama með hundin, eða samkvæmt þessari frásögn. Já, þetta er rétt. Og það sem sagt, hún tekur eftir þessu, hann bara rosalega ljúfur, góður við hundin og allt það. Og síðan hún að vinna, þau sem sagt búa hjá henni einhvers staðar á Suðurlandi þar sem hún að vinna í einhverju verksmiðu og hún talar við yfirmann sinn og reddar honum vinnu í verksmiðunni en þá gerist það sko við fyrstu útborgununa, hún lýsir í þannig, hann breytist ekkert þegar hún giftist honum eða af íslenskum sið eða hjá sýslumanni en þegar hann fær fyrstu útborgununa þá verður bara 180 gráðu umskipti og hann byrjar að vera mjög stjórnsamur, beitir hann á andlegu ofbeldi, líkamlegu og vondur við hundin? Sérstaklega vondur við hundin, bara þá segir hún, þá var hann þessi sharia múslimi allt í hennu. Og allt góðu, gott og vel með það, hún samt einhvern veginn staðráðin í að halda þetta út og hann að segja henni að vera með slæðu og svo framvegis. En síðan gerist það sem sagt 7. október 2023 þegar Hamas gerir árás á Ísrael. Þá henni brugðið því að þegar hann situr heima fyrir framan sjónvarpið og horfir á Al Jazeera myndbönd af að því virðist sko óbreyttum borgurum Gaza að ráðast gegn Ísraelsmönnum og taka þá gísla, að taka þá til fanga og þá hún svolítið hissa á hvað að gerast, eru bara allir á Gaza bara að taka þátt í þessu og þá fullir hann og segir hann henni frá því að hann og hans fjölskylda eru öll tengd Hamas og það sé bara þannig á Gaza að allir, öll börn, strákar og stúlkur fá þjálfun frá Hamas, hernaðarþjálfun frá unga aldri. Hann hafi síðar verið þjálfaður sem leyniskytta og hann hafi unnið í göngunum á Gaza sem tæknimaður, einhver svona tölvugúrú. Þannig að hann sem sagt segir henni hreint út að hann sé Hamas-liði. Og það séu raun og veru all flestir sem að komi frá Gaza séu eitthvað nátt tengdir Hamas. Og hún lýstir þess að þannig að henni var mjög brugðið að heyra þetta og svona þegar hún fyrir átt að sjá því að félagar hans margir sem eru hér á Íslandi eru líka tengdir Hamas eða Hamas-liðar. Þannig að hún verður mjög óttaslegin en þorði samt ekki að segja nokkur manni frá þessu fyrst til að byrja með. En svo bara þegar á líður og sambandið verður svona verra og verra, eins og maður segir, hann heldur áfram að ráðskast með hana og beita hana ofbeldi, að þá fer hún að vilja út úr þessu. Og hún lýsir í sko að þau höfðu verið að safna peningum, hann hafði mikið verið að safna peningum á Facebook til þess að senda pening heim til stríðshrjáðar fjölskyldu sinnar. En hún sem hafði sem sagt farið alla leiði að gerast muslimi og tók sér til að læra arabísku til þess að geta lesið Kóraninn og svo framvegis.
og hún sem sagt kemur auga á miða, einhvern glósumiða þar sem hann var einhvern veginn búin að útlista sko hvert peningarnir voru að fara og hún fullir að peningarnir voru stórun hluta til að fara til þekkts Hamasliða. Og hann hefur náttúrulega verið að samna þessum peningum með gjöfum fólks frá Íslandi á Facebook. Já, og þannig að söfnunarfé frá Íslandingum velviljuðum palestínufólki, stríðsjáðu palestínufólki hefur sem sagt samkvæmt þessari frásögn verið að rata beint til Hamas. Og þannig eru þetta upplýsingar sem að sko okkur ætti öllum að sko bregða við að heyra. Og í það minnst að það ekki athyglisverða sko. Já, og það er mjög skrítið að fjölmiðlar, þú veist, aðrir en mínir miðlar, broadcast og nútíminn, hafi ekki farið bara af stað til þess að sannreina málið og það er náttúrulega hægt að sjá það er sko þessi tiltekni maður sem sagður að vera Hamasliði, hann er mjög vókal, hann er atkvæða mikill á Facebook síðunni sinni og er mikið að tala sín mál og tala sínar brottvísanir, tala óbilgirni íslenskra stjórnvalda og hann greinir frá því í Facebook-færslu skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar hversu fáránlegt það væri að hann fengi ekki landvistarleyfi hérna á Íslandi en samt væri hann að fá skilaboð frá Ísland.is appinu sínu að hann væri með kosningarétt í sveitarstjórnarkosningunum. Hún sem þá er skilin við mannin sá þetta og svona fór að doppeltjekka hver er staða hans núna í dag, hann fór inn á þjóðskrá og sá að hann var með lögheimili í Palestínu enda búin að fá brottvísun, hann fekk síðustu brottvísunna í janúar þessu ári og hann er sett með lögheimili í Palestínu, strangt tiltekið ólöglegur innflytjandi á Íslandi sem hefur ekki hlýtt brottvísunarkalli. Hann fær skilaboð frá íslenskum stjórnvöldum að hann megi kjósa í sveitarstjórnarkosningum og hafa áhrif á íslensk stjórnmál. Já. Nú er ég mikill lýðræðisinni sko, mér finnst það full lýðræðislegt að fólk á Gaza sé með kosningarétt í Reykjavík. Já, þetta gerir bara einhvern veginn okkar lýðræði einhverjum skrýpaleik sko, þetta er bara trúðslæti og ég veit að það er deilt hversu mörg ár þú þarft að vera til þess að öðlast kosningarétt á Íslandi en þetta er náttúrulega algjörlega fráleitt. Já. Og það er, eins og ég segi, það er umhugsunarefni að stærri fjölmiðlar, og þá nefni ég bara þessa 3 stærstu, það er RÚV, Vísir, MBL, hafi í engu sagt frá þessu. Bara skeytingarleysið er algjört. Og það er mjög auðvelt að staðreina þessar upplýsingar. Það er að segja allavega til þess með kosningaréttin. Það er að kanna það. Það er að kanna hvort að manninum hafi verið brottvísað í raun og veru. Og það er auðvitað skylda íslenskra stjórnvalda og útlendingaeftirlitsins og svona að kanna bakgrunn mannsins. Og þú veist að átt að sjá því hvort að það sé eitthvað hæft í því að maðurinn geti mögulega verið Hamasliði. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir hann á polsen.is og lætir klára málið í dag. Já, það er margt sem að ég hef að segja um þetta sko að eins og í ljóði Fjallkonunnar, það var sagt að Fjallkonan, eða sett Bragi Valdimar, sem ég er enda mjög mikill aðdáandi hans, það var fjallað um þraskjörnu þjóð, hann kæmi með gagvart þessari þraskjörnu þjóð og ég hugsaði með mér sko paradaldi við þennan veruleika og ég velti svo oft fyrir mér hvernig Evrópa komst á þann stað sem að hún er á í dag í útlendingamálum þar sem að náttúrulega eðlilega þetta snýst bara útlendinga frá ákveðnum ríkjum og hælisleitendamál og ég held að velta fyrir mér bara hvernig komum við veg fyrir það en það er líka áhvert að velta fyrir sig bara hvernig komst Evrópa á þennan stað. Og þá hlustaði ég á þetta viðtal við Sigurlín og ég hugsaði,
Já, auðvitað. Já, svona. Það var svona. Auðvitað var það svona. Það er eins og Gatz Hall lýsir í, það er þessi sjálfseyðandi samkennd, suicidal empathy, og að hugmyndin að við höfum verið svo vond í gegnum aldirnar að okkur beri að axla ábyrgð og taka á móti öllum sem að þess óska eða telja sig hafa einhverja neyð, þetta er náttúrulega mannréttindi. Já, mannréttindi bara að sem er auðvitað brjálæðisleg hugmynd af því að Evrópa getur ekkit borið það endalaust þá stefnu sem að hefur verið keyrð á undanförnum áratugum í Evrópu, þar að segja að það sé réttur allra hinna heims-búana, við tökum þetta bara saman, segjum að séu 6 milljarðar manna sem að bú ekki á Vesturlöndum, ef þeir hafa bara óskoruð réttindi til þess að koma og setjast hér að og fara beint inn á velferðarkerfið okkar, þá er þú þarft ekki að vera einhver starffræðisnillingur til þess að átta að það er reiknistæmi sem að gengur bara hreinlega ekki upp og þú veist, í þessari umræðu brottfarastöðuna, það er alltaf verið að tala um að fara að fangelsa börn og ég sá þetta líka í umræðinu núna því að það var verið að samþykkja löggjöf á Evrópska þinginu, hertari löggjöf í innflytjendamálum og það megi sem sagt vísa hælisleitendum til þriðja ríkis og einmitt líka talaði að það megi detain children, þetta er alveg nasista reglugerð sem að heimilar það að börn séu fangelsu en það þýðir þá sem sagt með öðrum orðum ef það má ekki færa foreldra sem eru með barn með sér í einhverja brottfarastöð, þá þýðir það í raun og veru að við segjum við heiminn allan bara komið með börnin ykkar, ef þið komið með börnin þá er allt opið, þá er ekki hægt að neita ykkur og það er nóga börnum til þarna úti Já, og svo má ekki einu svona aðtöga hvort þetta séu raunverulega þeirra börn og annað Nei. Þannig að þetta er svona stefna sem að gengur ekki upp og er náttúrulega orðin til þess að það er orðin mikil pólitísk vakning í Evrópu allri og ég held að því miður þá og við munum sjá það ég held að sé óhjákvæmilegt að það eigi eftir að verða svona svokallaðar fjölda brottvísanir frá Evrópuríkjum. Það er mjög áhugavert að fylgjast með breskum stjórnmálum sérstaklega núna í dag, það sem að því að Nigel Farage hefur verið mjög harður í innflytjendamálum en hann þykir orðið allt og linur núna og nú er komin nýr flokkur sem að Rupert Lowe leiðir og heitir Restore Britain og hann hefur verið að ná gríðarlegum árangri í skoðanakönnunum meðalveg hversu nýr þessi flokkur er og hann að sækja sér veðrið mjög ört og hratt og það er bara á þessari stefnu sem hann segir það millions must go það er það sem að almenningur er farin að hafa of miklar áhyggjur af þessu, óttinn við það sé verið að knésetja bara velferðarkerfin okkar og það sé líka bara svona ákveðin útskipti, þetta er svolítið sögðu vera ægileg samsæriskenning og það er þetta að tala ef við verðum að tala að þetta veri skipulagt af einhverjum illum gyðingum, einhverjum Rothschild og eitthvað sem er að skipuleggja útskipti þá er þetta að tala þetta sem samsæriskenningu en þegar við erum bara að horfa á raunverulega þróun og hvað er að gerast þá er það þannig í mörgum sveitarfélögum í Bretlandi í mörgum borgum eru múslimar að verða í meirihluta og þannig að hafa múslimskir bæjarstjórar eru orðnir við man ekki hvað eru margir, þeir eru alveg ótrúlega margir þannig að eðlilega er almenningur bara að óttast að það sé að vera að eyða þeirra sögu, þeirra menningu og þeirra gildum smátt og smátt með tíð og tíma án þess að það sé endilega gert með einhverjum sérstaklega skipulögum hætti. Þetta er náttúrulega bara kolvittlaus stefna
stefnan bara illa hugsuð. Ég man líka eftir því, sko, þegar að þetta var á svona þessum tíma þegar að umbreyting þessara umræðuna var að eiga sér stað og svona réttrúnaðar svona vængurinn var rosalega umhugað það, sko, að reyna að halda einhver ákveðna víglínu. Þá fóru alltaf að tala sko Snorra Másson og voru að birta einhverja greinar á heimildinni eða eitthvað Snorri Másson væri með samsæriskenningar whiter placement theory. Já. Og að þetta væri svo ævintýralega heimskulegt og að Íslendingar myndu koma að verða í minni hlut. Þetta var bara svo fjarstæðukennt og þetta hljómaði bara eins og eitthvað svona Jewspiracy, skilurðu, þar sem að það væri alltaf að fara til fjandans og þessu. Síðan, ég held að Jón Trausti hafi skrifað þá grein, þar sem hann var með að tala það, hvað það væri hlægilegt að Snorri Másson var að hafa ágjörð þessu. Stuttu seinna skrifar hann aðra grein, þar sem að kemur fram að árið 2042, að þá verður við að fara að nálgast 500.000 og eiginlega allir af þeim sem að munu koma til Íslands verða erlendubergi Nei, þeir verða nýjir Íslendingar og ég var bara þú varst að byrta grein það að Snorri Másson var að hafa ágjör nákvæmlega því sem þú ert að lýsa en þú bara notar annað orðfæri til þess að sannfæra mig það að þetta séu nýjir Íslendingar. Það engin útskipti, það bara nýjir Íslendingar. En það einmitt, eins og ég segi, þegar við lítum til þessara fjölmörgu bæja í Bretlandi og Belgíu og víða Evrópu, þar sem að líðfræði hlutföll eru orðin þannig að heimamenn eru að verða í minnihluta og það þetta sagt, ég man ekki hvort það sé 2050 eða 60 þá muni innfættir Bretar vera í minnihluta samkvæmt bara tölfræði gögnum Hagstofunnar bresku. Þá þetta að horfa á svona lítil dæmi og það einhvern komist svona kaldhænislegt dæmi sem að ég var akkurat að fara yfir í síðasta Harmageddon þætti að það bær í Detroit, Michigan, rétt fyrir utan Detroit sem að heitir Hamtramck sem að Ég sagði Hamtramck, ég var ræðið við Dilli á Hamtramck, já. Ég var einmitt að hlusta á það í gær, sko, og var einmitt að fara yfir þetta með Dilli, þetta galið. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. En já, halda það. Þetta náttúrulega svona, þetta mikrokosmos fyrir allt sem að gerast í Bretlandi og í Evrópu, segi ég. Að í þessum bæ þá maður þekktur fyrir að vera svona sérstaklega mikið inclusive, svona woke og svona vera svona flaggberar þessara vinstri gilda og fagna fjölbreytileikanum og þau voru sérstaklega stolt af því að vera að taka á móti mikið af innflytjendum. Það fyrptust þangað sérstaklega innflytjendur frá Jemen og innflytjendur frá Bangladesh sem eru að villanir til að eru múslimar og árið 2005 var svona smá hitamál í stjórnmálum borgarráðið þessara bæjar, sko, þar sem að múslimar vildu fá leyfi fyrir því að útvarpa bænakalli borgina 5 sinnum á dag. Það voru einhverjir sem voru á móti þessu en fasistanir. Já, en
og bæjarstjórnin sem að þá var sagt í þessari frétt sem ég las á The Guardian sem þá var skipuð eingöngu hvítum borgarfulltrúum að hún sem sagt samþykkir þetta sem sagt, til þess að undirstrika hversu opin þau eru og vilja styðja og íta undir fjölbreytileikann og inngildingu og svo framvegis að þá fengu múslimarnir það í gegn að þeir mega útvarpa í kallturnunum sínum bænakalli 5 sinnum á sólarhring og þau voru svona mjög stolt af þessu og að hafa, verið svona framsækið bæjarfélag sem að býður alla velkomna. Svo spóla áfram nokkur ár fram í tíman og þá eru þau mjög stolt af því að kjósa múslimskan bæjarstjóra og þá var sem sagt bæjarstjórnin orðin meirihlutin bara múslimar og þau voru á þessum tíma þegar Donald Trump að bjóða þessi fram og þau lita á þetta sem svona ansvar við islamofóbískri umræðu í bandarísku stjórnmálum og voru mjög stolt af því að vera ekki þar og nema hvað í dag og núna í nokkur ár að búið að vera þannig að bæjarstjórn þessara bæjar skipuð eingöngu karlkyns múslimum og þeir tóku upp á því að banna gay pride fánan og elsku bestu umburðarlindu hjörtun sem að hefðu lyft þessum mönnum upp til áhrifa og valda lýsa því þannig að þau líti á þetta sem ákveðin tilfinningaleg svik þar sem að þau hefðu til dæmis varið réttindi þeirra til bænakallsins og svo framvegis og nú upplýðu þau að þau fá ekki að halda sínum gildum á lofti og hvað hélt þetta fólk eiginlega að myndi gerast, myndi kannski einhver spyrja sig það eru auðvitað að sjálfsögðu þegar að þú ert komið með múslimskan meirihluta sem að fer eftir mjög íhaldsömmum og ströngum gildum og raun og veru, það eru margir sem segja að Íslam sé ekki bara trúarbrögð heldur pólitísk stefna, og þá barnalegt að gera ráð fyrir einhverju annari útkomu en að þessi ströngu íhaldssömu gildi taki völdin. Já. Og þetta eins og ég segi, þetta bara svona mikrokosmos fyrir hvað að gerast ef að líðþróun heldur áfram með þeim hætti sem hún að gera í Evrópu til dæmis, að það var sjálfsögðu ef við erum konum með ríki þess að múslimar eru meirihluta, þá tekur bara við sharia. Þá fjölbreytileikum við yfir okkur sko. Og þetta náttúrulega stórundarlegt sko, maður hefur samt alveg séð glitta í þessa bara valkvenna, það ekki bara eitthvað frelsi og vilja, ég ætla nú ekki að fara að gagnrýna það hvernig konur klæða sig. Nei. Og það alveg eins hægt að segja að vestrænar konur að þær séu raun kúa gegn vilja sínum sko, því að þær eru bara undir áhrifum feðraveldisins og þær hafa í raun og ekkert þetta að segja, þetta ekki frelsi. En eins og út af því við verum að setja í samhengi við viðtalið eftir Sigurlín sko, hvað þú hefur nú unnið í fjölmiðlum lengi og sko þú þekkir svona gangverkið hvað það sem að veldur því að meðvirknin svona mikil gagnvart eins og bara woke ruglinu þá ég að tala svona svo ég fá að sletta institutionalized þetta einhvern veginn stofnanabundið að Frosti Lóasson þetta lítill miðill nútíminn, þetta eldfimt mál við getum ekki einhvern veginn staðfest við viljum ekki lendi í þessu moggin lendi í með Hamasleið og Höfðatorgi dæmi en hvað það svona fólk mætir í vinnu og hugsa bara það veit allir inni að við erum ekki að fara að tala þetta. Já, sko í þessu tilfelli það myndi ég segja 2 áhrifaþættir sem að ráða því að mínu viti og það ekki bara það að þetta sé eldfimt fyrir vókið og komi þeirri umræðu illa og þau líti svo á að allt tal í þessa veru séu hægri öfgar og við viljum ekki kenna hvað við það er vissulega þáttur af því að í þessu frjálslinda vóksamfélagi sem að við búum í þá þetta búið að koma í þannig fyrir að ákveðin orðræða bara til dæmis að hafa áhyggjur af of miklum og of hröðum straumi innflytjenda það er eitthvað sem er
álitið hræðilega vont. Það er ekkert heilbrigt við það í þeirra augum sko að einhver hafi áhyggjur af bara svona sem þjóðræknis tilfinningar og vilji vernda og verja okkar gildi, okkar sögu og okkar menningu og allt það. Það er bara litið á það sem og það er náttúrulega markvisst stimplað sem eitthvað vont og ef þú berð einhverjar slíkar áhyggjur á borð að þá ertu málaður upp sem hatursfullur eins og sérst á móti útlendingum eða á móti öðrum trúarbrögðum og svo framvegis en það þetta ekkert annað í þessu heldur en þú vilt vernda og þú vilt að þín menning og það sem að við höfum byggt hér upp í margar aldir að það sé varðveitt. Þessi þáttur að fjölmiðlarnir vilja ekki taka upp mál sem að í augum þeirra sem að stjórna umræðinni álitið sem hægri öfgamál. En ég held að það sé samt minni áhrifaþáttur í þessu máli heldur en hinn þátturinn sem ég ætla að segja sem einfaldlega sá að það svona ákveðin og mjög barnaleg pissukeppni fjölmiðla í gangi sem að lýsi sér þannig að ef að smærri miðill skúppar einhverju, kemur fyrstur með fréttina að þá hafa stærri miðlarnir tilhneigingu til þess að líta undan vegna þess að þeir vilja síðast af öllu að einhver smærri miðill fái hvað ég segja, kredit eða vægi og vilja alls ekki skrifa frétt sem að kona lýsir því að hafa verið gift Hamaslið á Íslandi, nútíminn greindi fyrstur frá eða eitthvað svoleiðis. Það má alls ekki gerast sko. Það er svona, þá bara frekar litið í hinn áttina og látið eins og þetta hafi ekki gerst. Ég veit að það eru ótrúlega margir sem hafa spurt mig og ég er búin að fá bara flóð af postum og messenger skilabóðum sem að Frosti, hvernig stendur þú því að aðri fjölmiðlar ekki að fjalla þetta viðtal? Og ég segi alltaf, ég veit að það er ótrúlegt en það er þannig að það er ákveðin pissukeppni og ég útskýra þetta fyrir þeim og fólk bara, ertu ekki að grínast? Og það er svoleiðis. Já, það kemur mér, sko, ég hafði heyrt þetta áður en ég held alltaf að væri sko einhver svona takmörk og þegar þú ert með einhverja svona stórkostlega og ég sammálaðir frekar hún hljómar trúverðug, hún Sigurlín og svona ótrúlega yfirlýsingar og þá held að takmörk fyrir því hversu langt það gengi. Afsökunin alltaf svo sko sem ég heyri að bara það er alltaf búið að fjalla þetta mál, þetta er ekki ný frétt í sjálfu sér, þetta er komið fram á nútímanum. Það á ekkert við aðra fréttir. Og það á ekki við aðra fréttir, til dæmis bara við tökum til dæmis vegan hvalveiði mótmælandan sem að klifraði upp í mastrið á hvalveiði bát 9, að það er einhver fjölmiðill sem að sagði þá frétt fyrstur. Það var ekki til þess að sko hinir miðlarnir, þeir eltu það allir og þetta var aðal fréttaefni í 3 daga, það sem að var ekki gert neitt annað en að segja fréttir af þessum dýra vernduna sinna sem að vildi að við myndum öll hætta að borða kjöt og neita dýraafurða og gerði það og sýndi það með því að fara upp í stórhættulegan leiðangur upp í mastur hvalveiðibáts sem er alltaf bara sko einhver jaðarskoðun örfárra einstaklinga að við eigum öll að hætta að borða kjöt og hætta að neita dýraafurða og þeir hafa ýmsar leiðir til að vekja athygli á sínum málstað en það er algjör óþarfi fyrir alla stærstu fjölmiðla landsins að segja ítrekkaða fréttir af þessu til þess að básúna þennan málstað en það gera þeir samt og þeir setja ekki fyrir sig að þeir hafa ekki verið fyrstir með fréttina. En er það þá ekki stærri þáttur í þessu að málefnið er bara svona ég nenni ekki að ræða þetta? Já, það er þáttur í þessu sko en er hitt stærra, hvort heldur að veiði þyngra? Og það eins og þú segir, skilurðu, allir fjallum þetta hvalveiði dót. Já, ég veit ekki, ég vildi sjá ef nútíminn hefði verið fyrstur að segja frá vegan hvalveiði verndunarsinnunum
Ég veit ekki hvort þessi frétt eða orðið jafn stór þá sko. Það Nei. bara sem ég verið að segja alveg eins og Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is. Hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En hérna, færum okkur það aftur yfir í Evrópu. Núna eru Danir, og ég meina eins og þú varst að nefna á þann, að þá er þetta umbreytast rosalega mikið í Evrópu. Við sjáum bara, þingið hérna fagnar bara remigration og maður er einhvern veginn, þú veist, er Þorgerður Katrín að fara að fagna því? Þetta er eins og við séum að sko eiga samræðunar Evrópusambandið á sikkurri bylgjulengdinni. Þú veist, við erum með eitthvað Evrópusamband sem er svona 2015, 16, 17, við erum að fara ganginn í það, en svo er bara árið 2026, þá erum við að sjá að Marine Le Pen og fleiri flokkar eru að fara að taka þannig yfir og það er byrjað að vinna að því að vera einhverjum remigration pælingum. Þú veist, styðja jásinnar remigration pælingar Evrópusambandsins. Það verður mjög áhugavert að fá að vita það til dæmis, en núna eru Danir til dæmis að bara banna bænir og bænaköll út á götu. Þannig að það er að verða rosalega umskipting í þessu. Já. Það er enda líka er það óhjákvæmilegt. Það bara málin hafa þróast á þann veg að eitthvað verður undan að láta og ekki bara í Danmörku og Danmörk sem að áður var lýst sem frjálslyndasta ríki veraldar sko, sem var með mjög opnar reglur hvað var þar innflytjendur og hælisleitendur er núna orðið eitt strangasta ríkið á Vesturlöndum þegar þessu málflokki kemur. Og það er einfaldlega tilkomið af mjög biturri reynslu. Þú veist, þetta er ekki vegna þess að hægri öfgamenn tóku völdin í Danmörku og luguðu að kjósendum að það væri hræðilegt ástand sem að blásið það upp einhvern veginn og náðu völdum þannig og við séum að sjá þá skelfilegu þróun að hægri öfgamenn hafi tekið til valda þar, þetta er náttúrulega bara sósíaldemókratar sem hafa gert þetta og sem að segir okkur í raun og veru að þessi fjölmenningar tilraun sem að okkur var upprunalega seld sem afskaplega ekki bara falleg heldur mjög svona arðbær sko auðgandi hugmynd, veist, þetta er bæði menningar auðgandi og efnahagslega og allt þetta og svo hugmynd var bara froða í raun og veru, hún var ekki byggð á neinum þú veist neinum raunverulegum rannsóknum eða staðreyndum, þetta er bara falleg hugmynd svona í orði en þegar að hún er reynd raunverulega að þá kemur í ljós að árekstrarnir eru ómiklir og kostnaðurinn Danmörk hefur sérstaklega fjallað það að bæði sko, kostnaðurinn af meðnapt innflytjendum er miklu meiri heldur en þeir sagt, gefa til samfélagsins og svo er líka í þessu kostnaður af afbrotum og glæpum þannig að á endanum komast menn bara þeirri niðurstöðu og þetta er það sama með í Svíþjóð og þar eru fannir að bjóða innflytjendum vænar fjárfúlgur fyrir það eitt að yfirgefa landi og fara heim. Já, og talar einmitt þetta sko, og þetta hefði líka, ég ætla að spila fyrir þig eitt innslag úr FM 95 blöð ég er að muna eftir og það áfrekar vel við og þetta er einmitt sko út af því að
þetta hefði mátt sko liggja ljóst fyrir þannig en þetta svona svolítið eins og Douglas Murray búin að vera að segja að við einhvern veginn búin að vera svona ljúga okkur til þess að vera umburðar eða ljúga okkur hérna í þrótt til þess að vera umburðarlynd en ég ætla að spila þetta fyrir þig hérna Ekkert svona, bara engin auka Hvað er næsta spurning? Næsta spurning eftirfarandi Flutningabílar keyra inn í götuna Margir hjá okkur, 2 búslóð Þú ert að stækka þetta svolítið með hvernig þú segir þetta Ég auðvitað, ég dramatisti Já, við erum að koma okkur inn í það Og það ljóst að húsið við hliðina á okkur það loksins að fá ábúðendur Maður frá flutningafélaginu segir fjölskyldan ekki komin byrja við og og þú segir, nú, hver er þetta? Og hann segir, þau eru útlendingar Hvort myndu þið heldur vilja að þetta var fólk væri frá Menapt-löndunum Frá Menapt-löndunum sem hvað? Miðauströnd Já, ok eða Noregi Það er erfitt að komast vel út af þessu Enda alla spurningar þetta bara við sem að písi yfir okkur bara mér alveg saman það ok Þetta er góð spurning og það minnir mig á umræðana líka það sem að hinnir góðhjörtu þeir tala að þegar að sko einhver hefur áhyggjur af innflytjendur séu til dæmis í of miklu mæli á atvinnuleyfisbótaskrá eða á framfærslu sveitarfélaga ríkisins og svo framvegis að þó benda þær á að Íslendingar hafi lengi verið baggi á dönsku samfélagi og þeir hafa flutt til Noregs og þeir hafa þegið þar bætur og þannig að þetta sé nú bara ókeypis skólastyrk og þá gleymist alveg í þeirri umræðu þetta sko að það er algjörlega tvennt ólíkt og ert með sko fólksflutninga á milli Norðurlandana sem að notabenni hafa verið með sko samninga sín á milli í áratugi sem að þú veist velferðar þegi á Íslandi hann getur sótt sína bætur í Danmörku eða Svíþjóð og öfugt og þetta sé svolítið svona samtryggingarkerfi Norðurlandana enda sko hafi þeir Íslendingar sem hafa áunnið sér réttindi á Íslandi skilur þeir að það er að sama skapi þú veist, Svíinn getur fengið þau sömu réttindi á Íslandi eins og Íslendingurinn út í Svíþjóð en á móti sko þegar að Svíi ætlar að fara til Miðausturlanda og fara fram á einhverja framfærslu þar og bætur þá er það auðvitað ekki boði bara skiljanlegum ástæðum en það á að virka í hina áttina og það þykja alveg sjálfsagt sko og síðan er menningamunurinn og þetta gríðalegur það er Íslendingur í Noregi hann stingur ekki í stúf einhvern veginn hvað menningu varðar gildi eða skoðunir á jafnréttismálum hver staða konunnar er og svo framvegis þetta er að miklu leyti til bara nákvæmlega sama menningin þannig að þessi umræða einhvern veginn að fara að bera það saman þegar að Íslendingar flytja til annara Vesturlanda þá eigi þeir bara gjöra svo vel að opna faðminn fyrir fólki frá gjör ólíkum menningarheimum hvað sem það er frá Miðausturlöndum eða Afríku þetta heldur einhver vatni Nei, þetta er líka sko og líka spurningin bara hvað ef að hagvöxtur, lífsgæði og fleira félagsleg samheldni sé ekki úr lausu lofti gripið. Það er að segja hvað ef að menningin er ástæðan fyrir því að hér sé gott að búa og ég verið svolítið að reyna að tönglast að þessu til þess af hverju þykir það eitthvað hatursvilt að segja við fólk, nei sko ef að þú flytur hingað þá er þú að flytja hingað við erum ekki að flytja til Sómalíu eða Mogadishu eða Pakistan eða hvað sem það er þú ert að flytja til Íslands, hér er gott að búa við teljum að þetta sé skilvirt kerfi vissulega með ákveðna brotalamir en við reynum allavega að takast á við það með því að rökræða
og við viljum halda í þetta og þér bara velkomið að koma hérna og taka þátt í þessu ef að þú hérna telur þig vera til þess fallin en eins og í Evrópu þá þetta búið að byggjast sko að það var hérna fyrir einhverjum árhundruðum var svo hræðilegt hvernig þrælar voru hérna í Vestur-Evrópu, Bandaríkjunum og annars staðar og þá var náttúrulega hvíti eini maðurinn sem átti þræla og sem bara einhverja ævintýraleg söguskýring sko og já, nei, það breytir ekki sko að þið komið og teiknuðu upp Afríku og þá segi ég, já, ok, teiknuðu upp Afríku af hverju svona fólki nöp við það hvernig Afríka var teiknuð upp nú út af því að þeir tók ekki marka á því hvernig menningarlegu munur væri á mismunandi landsvæði. Já, nú? Ok, þannig að menningarlegu munur var til þess að það verði átök. En við gerum ráð fyrir því að ef við flytjum inn nægilega mikið af fólki með mjög frábrigðin menningabakgrunn og mjög frábrigðin gildi og mjög frábrigðin hugmyndir það hvort að þeir eru aðlegast eða ekki, að þá munir það ekki leiða til átaka. Nei, ég meina, þetta bara býstna útbreytt og viðurkennt, ég meina hugtakið balkanísering sko sem að dregin af þeirri sögu og þróun sem átti sér stað í Júgóslavíu og þeim ríkjum sem að Júgóslávía breyttist í, þú veist að þetta auðvitað bara talandi dæmi hvernig stórir hópar af mismunandi þjóðfélagsbrotum og svona þessi fjölmenning sem að það var þetta að halda þessu einhvern veginn saman með harðri hendi Títós en þegar henni sleppti að þá fór bara allt í bál og brand og þetta hefur hvergi einhvern veginn sýnt sig að geti verið mjög farsælt og bara leitt af sér einhvers konar farsælt og hamingju sko ég man ekki til þess en þetta líka minnum á ég sá eitthvað mím með eitthvað brandara daginn þar sem það var eitthvað sem maður að segja já, ef þið líður einhvern tímann eins og þú sért sko, heimskur, svona illa upplýstur þá skaltu hugsa manneskjuna sem heldur því fram að hvíti maðurinn hafi fundið upp á þrælahaldinu sko veist það því að það er ótrúlega algengt að maður heyri í þessari umræðu að við eigum að skammast okkar fyrir arfleið okkar til þrælahalds en þrælahald hefur verið stundað af mannskepnunni Homo sapiens alla veröld sko og hvítimaðurinn hefur raun og veru átt skemmstan þátt í þeirri sögu veist, þessi umræða alveg gjörsamlega gali. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, hún það og ég og eins og segi, sérkennilega söguskýringar sko sem að byggja einmitt á þeim grunni út af því þú varst nú með Margréti Valdimarsdóttur í viðtali fyrir skömmu þar sem að þú varst einmitt að bera borð, bara nýleg dæmi og fleira og hún náttúrulega ansaði því með því að segja að það þarf að rannsaka það og ég sympatískur gagnvart þeim svona skildum sem að hún þarf að sinna gagnvart svona akademísku, empirísku kerfi fræðana. En hún aftur á móti náttúrulega að tala vísindi sem að voru 2017 oft á tíðum, ég minnir að nýjasta rannsóknarinnar afbrot ungmenna verðlendum uppruna hafi verið meðal annars frá gögnum sérstaklega í grunninn frá 2017. Ég mætti á þegar hún var að kynna þetta verkefni og þá minnir mig, ég þori ekki að fullera það. En allavega, það alltaf þetta högt á rannsóknum. Núna til dæmis árið 2017 þá var lífið hér gott og þau vandamál sem að ekki það að lífið sé ekki gott en þau vandamál sem að við erum að þurfa að bregðast við í dag voru ekki eins þannig að þegar að fólk verður einhvern veginn að segja bara já það þarf að rannsaka þetta þá einhvern veginn sko það sett í ákveðin svona búning það að við þurfum ekki að bregðast við út af því að það þurfi rannsóknir til þess að staðfesta grun og áhyggjur allra í samfélaginu. Já, sko venjulegu fólki þykir heldur
sko ekki til þess koma einhvern veginn að það sko það þurfi það þarf auðvitað að rannsaka hluti og fá empírísk gögn og horfa í tölfræðina og svona en þegar að venjulegt fólk bara upplifir á eigin skinni og þú þarft ekki annað en að fylgjast með fréttunum ég hef svolítið svona í kjölfarið á þessu viðtali mínu við Margréti Valdimarsdóttur svo var ég að skoða þetta enn betur sko því að ég sagði viðtalinu bara algoritmi minn þannig að ég sé alveg óheyrilegt magn af myndböndum og fréttum af sko mjög svona mjög ógeðfelldum brotum sem að hælisleitendur að fremja í Evrópu og Margrét segir bara þetta kemur ekki fram í gögnunum okkar og það engar rannsóknir sem að bendi þess að það séu einhver tengslan á milli eða en sko það nefnilega almenningi líka svo misboðið að þegar þú ert með grófbrot sem framinur að hælisleitenda sem að raun og veru bara að bíða úrlausna sinna mála og hann á framfærslu ríkisins, hann í húsnæði sem að ríkið skaffar og fær uppihald og fremur á sama tíma einhverja ógeðfellda árás, nauðgun eða morðjafnvel og svo framvegis sem að við einhvern veginn reiknum bara með þegar þú ert að koma sem gestur og við ætlum að fæða þig og klæða og við ætlum að borga undir þig framfærslu og húsnæði á svona einhvern veginn bara lágmark að þú hægið á meðan sko að þú farir ekki út og fremjir einhver hryllileg afbrot og það er alltaf hægt að segja og hvíti menn eru líka afhauða og allt þetta en það bara það því miður, það eru alls konar glæpir og viðbjóður sem gerist en maður sko almenningur vill bara meina að ef þú ætlar að vera koma og þiggja eitthvað og fá hjálp fyrir núru og tegja eftir að fá hæli og aðstoð að þá sértu ekki að brjóta á samfélaginu sem að halda þér uppi. Þess ég sko var einmitt að því ég var eitthvað að vinna í einhverju frétt og ég með smá útlistun á sko einhverjum svona nokkrum brotum af því að þetta ekki empíríska rannsókn en ég prófaði bara að googla og ég var bara að googla sko BBC fréttir fyrst til að byrja með af því að BBC nú frekar svona woke og liberal en uppvísur það allavega já, en sko við getum tekið nokkur dæmi málum frá Evrópu þar sem að hælisleitendur eða einstaklingar í hælisferli hafa verið dæmdir eða fundnir sekir alvarleg ofbeldisbrot þá í Nottinghamshire í Bretlandi núna 2026 pakistanskur hælisleitandi var dæmdur í 10 ára fangelsi fyrir að nauðga 18 ára konu í almenningskarði Dorset Bretlandi 2026 eritreiskur hælisleitandi sem hafi gefið sig út fyrir að vera barn og dæmdur fyrir að hafa ráðið skynferðislega gegn 15 ára stúlku eftir að áður broti gegn annarri konu Dublin þá var líka hælisleitandi sem að réðist að 10 ára stúlku hrifsaði hann á götunni og nauðgaði henni mjög harkalega og forsætisráðherra Dublin kom fram og ég var að horfa á þetta á myndbandi núna í morgun þar sem að hann fyrir framan fréttamyndavélar og mikrofóna og hann segir ég fordæmi og ég held að hann var að fara að segja þetta viðbjóðslagbrot ég fordæmi þessi mótmæli sem að eiga sér hér stað og rioting og þetta er fyrsta sem hann segir sko það er ekki að fordæma þetta viðbjóðslega verknað Falkirk í Skotlandi 2026 sýrlenskur hælisleitandi var fundið sekur að hafa ráðast á 2 konur sama kvöld nálægt hóteli sem hýsti hælisleitendur Berlín, Þýskalandi 2026 sýrlenskur hælisleitandi var dæmdur í 13 ára fangelsi fyrir tilraun til morðs eftir að hafa stungið spænskan ferðamann við minnisvarða helförina Möldal, Svíþjóð sómalskur hælisleitandi drap starfsmann hælisheimilisins hina 22 ára gömlu Alexandru Messer með hníf málið var tákrænt í sænskri umræðu hælis og aldursmat Kandel, Þýskalandi, afganskur hælisleitandi var dæmdur fyrir morð á 15 ára stúlku Mía Valentín eftir að hafa stungið hana til bana í verslunarmiðstöð. Við erum að tala börn sko sem að verða fyrir stúlkur og börn að verða fyrir barðina á þessu.
Belfast, Norður Írland, súdanskur hælisleitandi var ákæru fyrir tilnefndi manndráps eftir 9 ára sem leiddi til víðtækra óeirða við þetta þessi afhöðun sem við erum að tala og svo framvegis. Þegar ég tala bara, þú ert í hælisleitendaferli. Þú ert gistir á einhverju hóteli sem að viðkomu ríkið borga fyrir þig. Þú ert á framfæstu, þú fær peninga, þú fær tannlæknakostnað, þú fær leigubílakostnað, sálfræðikostnað og þú ert að fremja svona hrottalega glæpi. Þá almenningur sem segir, ég er ekki að bíða eftir einhverju rannsókn frá Margréti Valdimarsdóttur. Ég vil ekki hafa þetta, ef þetta þakklætið, þá gestinni okkar á enda komin. Það bara þannig. Nei, það náttúrulega að vera stórundalegt ef það væri mikill húmor fyrir þessu sko. Já. En klárum þetta á ESB. Ég í þættinum í gær sem ég mæli með allir fáið sér áskrift af broadcast.is var allir áhugavert einslag þar sem þú varst að reifa gamla klippu af þér að ræða við anti-ESB-sinn og mér finnst þetta svo fyndið út af því að ég og þú höfum eiginlega átt nákvæmlega sömu ég held að tímalínan sé kannski ekki nákvæmlega eins en ég var svona hlindu því og alveg hlindu því ennþá pínu að taka upp annar gjaldmiðil þegar til þess að evran sé ekki til besti þess fallin en ég var svona alveg ekkert eitthvað svakalega spenntur en ég var alveg ég er alveg til að skoða Evrópusambandið og það þegar núna náttúrulega sagt þig og mig náttúrulega skilur það rússar að borga þér og borga mér fyrir það að vera með áróður og stórkostlega áhyggjur af erlendum öflum svo Evrópusambandið náttúrulega að fara að fjármagna herferð fyrir þetta ævintýralegt Galið. En þú hefur ekkert alltaf verið á móti Evrópusambandinu, ekki þá að setja á móti og ég heldur, en bara að segja nei í ágúst. Já, ég sko einmitt tek eftir því að í kommentarkjárunum þegar ég hef verið að fjalla ESB-mál eða með viðmælendur sem fjalla ESB-mál þá ég sagður vera ekki hlutlaus aðili. Þannig að það er ekki gott að taka mark á mér þar sem að ég sé hlutdrægur þegar kemur að ESB og mér þykir það mjög áhugaverð fullyrðing þannig að ég hef auðvitað engra hagsmuna að gæta. Ég á ekkert undir því að Ísland verði áfram utan ESB sérstaklega. Meira heldur en aðrir náttúrulega. Ekki meira en aðrir. Ég nálgast þetta bara af þeirri umræðu hvað er best fyrir okkur og best fyrir íbúðarkaupendur og best fyrir bara þjóðfélagið í heild og ég reynir bara einhvern veginn að þreifa mig áfram í því og ég veit ekkert 100% hvað er rétt en ég hef tilfinningu fyrir því út frá því sem að ég hef lesið og séð og reyna, mér finnst þetta mjög mikilvægt mál þannig að ég reyna að fylgjast mjög vel með umræðinni ég reyndar ekki nefnt að lesa þennan langa dóðrand eftir skáldið á það eftir mann ekki hvað hann heitir það er allir lipparnir eitthvað þetta er bara stórkostlegasta lesning allra tíma eitthvað en ég ætla alveg að lesa hana ég bara sá hvað hann var löng ég hef ekki haft tíma í þá en ég reyna eitthvað að setja minni í öll þessi mál og því að ég hef engra hagsmuna að gæta annara en bara hvað er Íslandi fyrir bestu og ég er ekki með einstrengislegar skoðanir á þessu, alls ekki, ég bara einhvern veginn fylgi því sem að, ég fylgi bara bestu rökunum sem ég heyri og það er þannig að ég var bara rosalega mikill Evrópu aðildar sinni. Já, þú varst mikill Evrópu sinni. Fyrir Íslands hönd, já. Og við vorum með þætti á sínum tíma, ég og Heimir vinur minna á INN sko, þessum að við vorum stóðum þar eins og álfur út úr hól sko að tala fyrir inngöngu í Evrópusambandið og taka viðtöl það sko. Þetta var á þessum árum 2009 til 2013. Þá var ég bara hlindur inngöngu í Evrópusambandið, bara full stop. Og Þú gekkst alveg það langt líka bara að gera grín að neysinunum. Já, og þarna í þessu tiltekna myndbroti sem að þú ert að vísa í þá fór ég á hvern fund ESB-andstæðinga og með vopnaður kameru og mikrofón og gerði óspart grín að þessu fólki og málaða upp í ljósi forpokaraðara íhalds klumpa sem að væru bara með einstrengislegar fordómafullar skoðanir gagnvart hinu frábæra Evrópusambandi og þar var ég og þú veist, mér finnst að segja alveg sína sögu að þú veist, það er ekki þannig að ég sé bara einhvern veginn anti-ESB-sinni, heldur er ég bara því meira sem að ég hef skoðamálið og meira sem ég lesum það, þá verð ég meira afhuga þeirri hugmynd að Ísland gerist fullur aðili að ESB.
tel að við séum með EES-samningnum að fá allt það besta sem við getum fengið út úr þessu samstarfi, eru raun og veru bara með ótrúlega góðan díl, eins og má segja, og við værum í raun og veru að kasta frá okkur mjög góðri stöðu með því að gerast fullir aðilar, það er mín skoðun. Ég hef lengi verið þeirra skoðunar að við þurfum að fá aðra mynt eins og þú, og ég hef alveg hugsað sko hvort að evran, hvort að þú veist það sé það mikilvægt fyrir okkur að fá aðra mynt að við getum bara kynnt alls konar rugli sem að Evrópusambandið treður ofan í okkur bara til þess að taka upp evru, en ég er reyndar komin á þá skoðun núna og akkurat þessa stundina allavega, ég er búin að bara sko meðalið það sem að ég hef verið að mynda mér skoðun á þessu meira og meira að þá get ég ekki séð að við séum betur sett með fastgengistefnu, þú veist að Þarftu að vísa svona í viðtölu eins og Jón Helgi. Já, Jón Helgi lýsir þessu mjög vel, finnst mér. Mér finnst það eiginlega bara eitt besta innleggi inn í þetta að sko, eins og hann bendi líka á að það er engin tilviljun að lang flest ríki heims eru með sinn eigin gjaldmiðil til þess að hafa valdi við sinn eigin peningastefnu. Já, og bregðast líka við staðbundum áföllum sko. Já. Við erum á eyju. Já, og það er sérstaklega í okkar tilfelli og svo við erum auðlindadrifið hagkerfi sem að sko, fyrir litlu hagfræði sem að ég hef lært sko, ég er engin hagfræðingur en mér finnst það alveg liggja í augum uppi að svona þjóðhagfræðilega séð, þá er eina sem skiptir máli er að við séum að framleiða meiri útflutningsverðmæti heldur en að við erum að kaupa inn, þú veist, og þannig er tryggjum við hagsæld og velferð þjóðarinnar. Og það eru við með sko öll skilyrði upp á 10 til að gera. Það er bara, það liggur fyrir. Við erum mjög auðlinda auðugt hagkerfi, þú veist, og ég held að með því að taka upp evru eins og Jón Helgi lýsir, sko, þá erum við að kasta frá okkur allri svona stjórn okkar peningamála og það muni óhjákvæmilega minna það er viðurkenna það prestir Evrópusinna líka að með því að vera ekki með okkar eigin gjaldmiðil þá missum við svona það valdi yfir peningastefnunum sem að leiði til þess að við getum sko minnkað atvinnuleysi, þú veist, í áföllum en það bara virkað þannig, þá bara prentum við meiri ríkið bara prenta meiri pening og fyrir meiri verkefni og við getum stýrt atvinnuleysinu þannig, en ef við höfum ekkert valdi yfir þessu, þá verður bara viðlóðandi alltaf aðeins herra atvinnuleysi heldur en ella sko. Þessi þáttur er í boði Þorgrímsson & Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Já, mér finnst líka eitt alltaf áhugavert í þessu því að ég fór ekkert eitthvað að skoða þetta svakalega mikið fyrir en bara einhvern veginn þetta komst á dagskrá. Já. Og að þetta var einhvern veginn leit út fyrir að ætla að komast á dagskrá sem er endar, nei, það er ekki rétt. Það leit ekkit út fyrir að þetta ætti að komast á dagskrá fyrir að þetta komast á dagskrá. Þegar ríkisstjórnin kynnir þetta án þess að hafa, já, það var ekki dagskrá fyrir en það var bara dagskrá. Þetta er ekki rétt hjá mér að ég var eitthvað í aðdragandi einhvers. En það sem mér finnst áhugavert í þessu er einmitt að fólk eins og þú og ég og fleiri sem hafa skipt sér að þessar umræðu er einmitt að lesa sér til það hvað er raunverulega gangi og reyna að afla sér upplýsinga. Á meðan þeir sem að tala rosalega mikið fyrir þessu tala, sko, jú, þeir eru fróðir það hvernig Evrópusambandið hefur verið undanfarin ár. En að kynna sér til dæmis það hvað er í gangi núna, eða hvernig þróun Evrópusambandsins er, eins og það hvernig framkvæmdastjórnin virðist alltaf haga sér,
að fólk bara kannast ekkert við það og þá það bara, nei, ég meina ég veit ekki ennþá hvað við getum fengið og við vitum samt hvað það þetta snýst skilurðu, alveg sama hvort við getum gert eitthvað sérsamning, ég til að alveg sama hversu góð samningurinn verður, þá bara ég að segja nei út af því að við erum að gangast inn í kerfi sem er komið í þrot en þau bara, þú veist, það annars vegar nei-sinnir sem segja bara nei, þetta er óskynsalegt út af þessu en meðan já-sinnir bara, ég veit ekki hvað er í gangi hana ég veit ekki hvað við fáum þetta er skiti. Akkurat, og eins og þú segir, það er sko þó að ef evran okkur verið betur borgið með evru þá eru sko vandamála Evrópusambandsins of stór til þess að það jafniða út held ég þó að eins og ég sagði áðan ég var hugleitið alveg sko hvort að við höfum að bara kingja öllu ruglunum sem eru í gangi í Evrópusambandinu það er bara nýlega en þá myndum við bara líta fram hjá því að Evrópusambandið er í sko herferð gegn málfrelsi til dæmis Evrópusambandið er nánast í herferð gegn alþjóðlegum viðskiptum eða hvað var það sko iðnað, þú veist, iðnaðar hefur dregist svo svakalega saman að tala að landsframleiðsla í Evrópu hafi verið 90% af Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum síðan, núna er komin í 70% og fer bara minkandi allar þessar skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu sem eru komin langt út fyrir þau takmörk sem að Evrópusambandið sko hefur sett sjálft sko allir þessi þættir bendi þess að þetta sé óskynsamlegt að fara þarna inn en síðan er hitt með gjaldmiðlinn eins og ég segi og mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með þeirri umræðu sem að nú hefur átt sér stað á síðustu 2 vikum með dýrtíðina og verðlag á Íslandi sem að við erum vön fyrir umræðu hérna er hræðilegt veður og hérna er hræðilegt verð það er bara, og við hefum einhvern veginn öll verið sammála þetta mjög lengi vel og mér finnst mjög gott dæmi er þættinir hennar Lóu Pindar Aldísardóttur sem er með og búin að vera með í örugglega 10 ár og búin að vera með þessa þáttur sem heitir Hvar er best að búa og þetta eru frábæri þættir mér finnst mjög gaman að horfa á þetta hún fer og heimsækir Íslendinga sem búa í hinum og þessum heimshornum og okkur finnst spennandi að líta inn til til fólks fyrsta lagi og hvað þá það eru Íslendingar sem hafa tekist til og pakka niður í föggur og farið á vit ævintýramennskunar og sest að í framandi löndum þannig að þetta eru mjög skemmtileg þættir og í hverjum einasta þætti hefur hún gert í 10 ára eitthvað þá erum við svona fastan lið þar sem hún fer út í supermarkað í þessu tiltekna landi og hún ber verð á tiltekinni einhverju vísitölu matarkörfu við sambarilega matarkörfu á Íslandi og svo kemur stóri dómurinn í lok þáttarins bara tjing tjing það er 30% ódýrara að versla í matinn í þessu landi og ég verð bara að viðurkenna ég er búin að horfa á alla þessa þætti og aldrei nokkuð tíman hugsaði ég en sem með hlutfall af ráðstöfunartekjum hvernig lítur þetta þá út og það er einmitt það sem búið að vera benda á núna þegar það er reiknað sem alltaf skiptir öllu máli hversu dýr er matarkörfan sem hlutfall af tekjunum þínum og þá er sem sagt eru gögnin þannig að hún er í raun og veru miklu miklu ódýrari á Íslandi og ég veit að fólk á margt erfitt með að kyngja þessu en það er samt fáránlegt fyrir ekki að býta ég sá þetta inn á vefsíðunni hjá Konráði Guðjónsson maður að skrifa greinar þetta á Substack og þá kemur hann Egill Helgason sem að ég það er ekki að taka það fram ég bara ber mikla virðingu fyrir Agli hann er skarpur þjóðfélagsgreinandi og mjög klár maður en hann kemur inn í umræðuna og segir nei, heyrðu Konráð veitu, þetta er nú það fáránasta sem ég hef heyrt hingað til allar reyna að tella okkur trúum það að Ísland sé ódýrt sko og Konráð segir lestu greinina og þetta er verið að tala sem hlutfallar ráðstöfunartekjum og þá segir Egill Helgason heyrðu Konráð, við höfum komið til útlanda sko þú reyndu þetta ekkert ég er búin að fara í supermarkaðin á Greiklandi og ég veit alveg að mjólkin er ódýrari það heldur en á Íslandi og hann segir við erum að tala sem hlutfall af ráðstöfunartekjunum þínum það er miklu erfiðara, dýrara fyrir Grikkjan að fara og kaupa mjólkurfernu heldur en fyrir Íslendingin að fara og kaupa mjólkurfernu þannig að þessi umræða og sjá viðbröðum við þessu einhvern veginn af því að Evrópusinnarnir segja bara byrju nú mokkin bara komin í sinn áróður og segja þessi ódýrt á Íslandi já og þau segja herru, við hlustum ekki á þetta við þurfum að sjá hvað stendur í samningnum ég nenni ekki að hlusta á Mokkan eða Konráð Guðjónsson
að segja mér eitthvað, ég vil bara sjá hvað stendur í samningum. En það aldrei að fara að standa í samningum, matvælaverð verður þetta mikið ódýrara og matvælaverð verður allir líkindum ekkert ódýrara. Það þarf að lækka gengi krónunar til þess að getum verið samkeppnishæf. Já, en það er líka náttúrulega bara afnema verndartollana sem að við gætum gert óháð öllu. Já, það var mjög góð punktur sem kom fram hjá þér og það var pínu vandræðalegt að horfa á hann ágæta Pavel fá þetta einhvern veginn eins og hann hefði aldrei velt þessu fyrir sér. Hann bara, þetta var algjörlega ný hugmynd fyrir honum. Að þetta var ekki, breytan var ekki aðild að Evrópusambandinu, breytan sem sagt afnema verndartolla og það eitthvað sem við getum algjörlega gert sjálf. En þá sagði hann, já, en það pólitískt mjög erfitt eins að það myndi landbúnaðurinn leggjast af. Já, einmitt. Það nákvæmlega það sem að fara að gerast þegar við göngum í Evrópusambandið. Það leggst af allur eldisiðnaður. Allt, hvort sem það heitir kjúklingaeldi, svínaeldi, nautgripaeldi og svo framvegis. Það er ekki hægt að keppa við það. Nei, en svo er náttúrulega okkur selt, já, en það er ekkert mál út af því að við fáum styrkja á móti og ég segi, já, hann verður netto greiðendur þannig að við borgum... Já, en býtu, það er ekki einu svona rétt, við fáum ekki styrkja á móti. Við fáum heimild frá Evrópusambandinu til að styrkja okkar eigin landbúnað. Þannig virkar heimskautalandbúnað reglan. Já, við varum allavega að borga þeim fyrir að leiða okkur það. Já, og Evrópusambandið er ekki að styrkja landbúnað. Þeir eru með reglu að það megi ekki styrkja landbúnað því að þetta verður alltaf vera undir sömu reglusett og samkeppnishæft en þeir veita undanþágur og leyfa ríkjum norðan 60.000 annarra breiddargráðu að styrkja sinn landbúnað vegna óvenjulegra aðstæðna. Þannig að við fengjum heimild til þess að ríkissjóður fá að styrkja landbúnað sem við erum hvort þeir að gera. Þetta er náttúrulega heldur ekki þetta er eitthvað sem að Finnar fengum meðal annars ég held að hann, landbúnaðar þar hefur minnkað 40% allavega síðan þeir tók upp evruna. Já. Þannig að það er náttúrulega, eins og segir þú veist, ég var alveg til í þetta væri góð hugmynd. Já. Bara eitthvað svona samstarf og strömlínulögun og fleira. En í dag er þetta ekki. Svo erum við að sjá það líka að þegar mér finnst mestu skipta og það sem hefur plagað, eða það sem mér hefur þótt vera erfiðast við Ísland einhvern veginn hvað erfitt að eignast húsnæði og við séum að borga margfalt verð fyrir húsnæði okkar. En þegar að það betur skoðað og þetta einmitt fyrir mörgum árum síðan þá var ég brjálaður út í verðtrygginguna því að ég var búin að kaupa með fasteign og ég sá allt í einu framreiknað næstu 40 árin að ég myndi borga bara fáránlegt verð fyrir þessa fasteign. Og Pétur Blöndal heitinn sem er mjög skarp greindur og klár karl að hann var hjá okkur í viðtali og hann útskýri fyrir mér hvernig þetta væri ekki svona eins og þetta liti út einfallega vegna þess að verðtryggingin gerir það verkum að með verðbólgu þá hækka skuldirnar en það er á sama tíma eru alltaf launin að hækka og það eins og hann bent á þegar að þú verður að klára þetta íbúðalán eftir 40 ár eða 35 ár sem var þá eða eitthvað þá eru að launin komin upp í 2 milljónir króna á mánuði og ég hugsa að þetta er alltaf fjarstæðukennt en staðreyndin er svo að Pétur hafi algjörlega rétt fyrir sér og það er þannig reyndar að séreignar hlutfall þeir sem að eiga íbúðir hlutfallið er miklu hærra hér á Íslandi heldur en allstaðar annars staðar í Evrópu þannig að rökin fyrir því að þessi auðveldar að eignast húsnæði í Evrópu það er mjög erfitt að sjá það. Við höfum að gera þetta fyrir unga fólkið svo þau komast í húsnæði. Einmitt. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar er Kaldi. Kaldi er bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi er fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast er við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem út að fara að njóta rólegrar stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón.
Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Það er allavega ekki reyndin í Evrópu og þannig að það er en þú veist, það er ótrúlegt samt að það virðist engum máli skipta hvað settir fram í þessar umræði. Þá er alltaf bara sagt, herru, þetta, við þurfum að sjá samningin, sko. Ég nenni ekki að hlusta á þess, þetta eru bara einhver... Getgátum. Já. Þetta er, já, algjörlega, sko. Það er einmitt eins og þú segir, sko, hérna, að það er alltaf verið að segja við með einhvern veginn að við séum í myrkrinu, sko. Við þurfum bara einhvern veginn að vera að leita að ljósinu og svo kemst maður í gögnin og þá einhvern veginn eru þau ekki nógu góð út af því að við erum ennþá í myrkrinu, sko. Þetta er rosalega sérkennilegt. En Frosti, við ætlum að segja þetta gott. Já. Þetta var hörkugóð yfirferð. Það var mjög stutt samt. Þetta var 70 mínútur. Nú, já. Þetta bara skot gengur svona hjá. Já, þetta fór eins og 20 mínútur. Það ekki? Það er bara, það er hérna góðs viti. Já. Herriði, broadcast.is, fáðu ykkur áskrift og hlustið á hérna Frosta Logason, mæli með. Takk hérlega fyrir að koma, vinur minn, og þangað til næst. Takk.